Komið sæl. Í dag hefur verið vestlæg átt á landinu og úrkomu lítið og á yfirlitskortinu frá hádegi í dag það mátti sjá víðáttu mikla hæð hér vestur af Bretlandseyjum og lægð yfir Grænlandi og þróunin á þessu er nú sú að lægðin hér við Grænland hún dýpkar nokkuð hratt og kemur til með að hafa áhrif á veðri hjá okkur á morgun og á föstudag. Og þegar líður á morgundaginn þá dýpkar lægðin og það kemur nokkuð hvass vestanstrengur hér inn á land og er gert ráð fyrir því að það verði kólni nokkuð hratt seinnipartinn á morgun og annað kvöld. Og ef við skoðum hér útmörk dagsins þá fór hitinn lægst niður í tæp 2 stig í Skaftafelli síðastliðna nótt og 3 stig á Hjarðarlandi í Biskupstungum en hæst náði hitinn að fara upp í 18 stig á Kvískerjum í vestanáttinni. Og á hitasviðinu þá má sjá að það er tiltölulega milt loft yfir landinu í dag og þróunin á þessu næsta sólarhringinn er sú að það verður heldur hlýtt hjá okkur til að byrja með. Hitinn svona frá 8 og upp í 15 stig lengst af á morgun en svo seinnipartinn og annað kvöld þá kólnar nokkuð skart og það koma kuldaskil inn á land annað kvöld og fara svo austur yfir land aðra nótt. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu frá því klukkan 18 í dag, þá er úrkomu lítið til að byrja með, en nú þegar líður á kvöldið þá kemur úrkomusvæði hér inn á sunnan- og vestanvertlandið og fer yfir landið og á morgun er varað við hvössum vindhviðum á norðvestur- og norðausturlandi frá klukkan 8 og 9 í fyrramálið og falla þær svo úr gildi þegar líður á morgundaginn. En það er búist við að verði víða vætusamt og strekkingsvindur á morgun, sérstaklega þó vestanvert landið. Og staðan verður þá þessu lík klukkan 9 fyrramálið, þá verða komnar í gildi viðvaranir út af vindi og vindhviðum á norðvestur- og norðausturhluta landsins, en það verður víða frá 15 og upp í 20 metrar á sekúndu vindurinn úr suðvestri. Úrkomu lítið á norðausturlandi en annars yfirleitt rigning eða skúrir og talsverð úrkoma tíma norðvestan til. Og svo seinnipartinn á morgun er áfram gert ráð fyrir því að það verði vindasamt og úrkomusamt vestanvert landið en seinnipartinn verður farið að kólna heldur á Vestfjörðum og draga úr úrkomunni þar en áfram nokkuð hvasst hér suðaustan til og skýja með köflum á norðausturlandi. En skoðum svo hvernig vindur og úrkoma og viðvaranir breytast frá því annað kvöld og fram á föstudag en á föstudaginn er reiknað með að verði snúist í nokkuð hvassa norðanátt og má gera ráð fyrir norðan illviðri víðast hvar á landinu á föstudaginn en það hvessir hjá okkur aðfaranótt föstudags og á föstudagsmorgun hafa verið gefnar út viðvaranir fyrst á Suðurlandi og Faxaflóa og svo taka þær við hér hver af annari, hér norður og austur eftir landinu og seinast taka gildi hér á Suðaustur og Austurlandi viðvaranir út af vindi og hríð á föstudagskvöld. Þannig að það er rétt að taka vel eftir því hvernig þetta gæti þróast á morgun og á föstudaginn. En eins og staðan er núna lítur spáin út fyrir að vera svona hádegisbil á föstudag, komin norðanátt allt vestanvert landið en hægari breytilega átt austan til, úrkomu lítið á austurhluta landsins þetta leyti dags á föstudaginn en búið að kólna allt land en víða snjókoma eða éljagangur á öllu vesturhluta landsins. Og svo gengur þetta veður austur eftir landinu þannig að það verður víða illviðri seinnipartinn á föstudag. Og á laugardag gengur þetta svo hægt og rólega niður, viðvaranir falla sennilega úr gildi og eftir hádegi, áfram snjókoma eða éljagangur á norðan- og austanverðurlandinu en skýja með köflum og yfirleitt þurrt sunnan til. Og hitinn svona rétt í kringum frostmark eða undir frostmarki inn til landsins. Og svo á sunnudag er áfram reiknað með norðlægum vindi, snjókoma eða él með köflum á norðanverðurlandinu en skýja með köflum og yfirleitt þurrt bæði sunnan og vestan til. En látum þetta gott heita að veðri í bili, verið sæl.